Fyrir löngu síðan þegar ég var í háskóla tók ég einn eða tvo sálfræðikúrsa og þá lærði ég að sálarlíf fólks væri í fyrsta lagi mjög flókið og í öðru lagi mjög misjafnt. Svo við lestur á annars konar bókmenntum seinna meir þá lærði ég það að Rómverjar væru klikk. Ég ætla að tala sálarlíf norskra skógarbænda. Það voru fyrirmyndir af landshlutaverkefnunum sem við rekum hérna að skoða og þær voru sóttar til Noregs. Þar voru sett upp skógræktarverkefni skömmu eftir seinni heimsstyrjöldina, byrjuðu þá í Vestur-Noregi og Norðvestur-Noregi og það var vegna þess að þessi svæði voru meira að minna skóglaus á þeim tíma. En menn þóttust svo sem vita að skógar getur vaxið þarna. Og það vantaði fjölbreytni í atvinnulífi, þarna voru fyrst og fremst skeitabændur og þetta var liður í byggðaþróun. Ekkert síður en landshlutaverkefnin eru hér. Og það var gert þannig þar að hvert sveitarfélag gerði sína eigin skógræktaráætlun á sveitarfélagsvís og þannig að þetta voru í raun og veru landshlutaverkefni í skógrækt, bara mjög svipuð og þau eru rekin hérna. Og þau hófust flest, sem sagt svolítið misjafnt eftir sveitarfélögum, en hófust flest á árabilinu 1950 til 1970 og fólu í sér sem sagt styrki til skógræktar á bújörðum. Upphaflega voru styrkirnir 50% af stofnkostnaði skógræktar, síðan með tímanum hækkuðu þeir upp í 75% og síðan upp í 85%. Og það var gert til þess að fá fleiri þátttekendur, fleiri til að koma inn í verkefni, af því að 50% náðu bara til þeirra allara áhugasömustu. Nú, hvert verkefni þetta var í 60 ár, en aldamótin síðustu var sjálfhætt með þau hér í lönd. Og það er semst áður en að 60 árin voru liðin. Og það er fyrst og fremst vegna þess að þörfin var uppfyllt. Á þessum tíma, þessum 30, 40, 50 árum var búið að ná til allra þeirra sem vildu taka þátt í að koma upp skógi á sinni jörð. En í þessu og á þessum árum þá urðu til þúsundir skógareigenda, nýrra skógareigenda í vesturhluta Noregs. Og þá er spurningin, hvað gera þeir núna? Þetta gekk prýðilega, greni vex eins og njóli á vesturströnd Noregs, sama hvort það er rauðgreni eða sitkagreni eða hvað það nú er. Og strax 1970 var byrjað að grisja talsvert úr fyrstu reitunum, þegar þeir voru 20 ára gamlir. Upp úr 1990 var orðin veruleg grísunarþörf og veruleg grísun í gangi, en grísunarþörfin var greinilega meira. Skógfræðingar horfðu yfir skógana og sáu að það var verið að grísja, en það var ekki verið að grísja nema í hluta þeim skógum sem að vantaði grísun í. Árið 2000 eða aldamótum var komið að loka fellingu vegna þess að lotan hjá rauðgreni í Vestur-Noregi er kannski ekki nema 50 ára á tiltölulega góðum blettum. Þannig að það var komið að loka fellingu en það var ekki verið að fella alla þessa skóga sem þurfti að vera að fella. Og vandamálið við það er að verðmæti trjáa eykst ekkert endalaust. Verðmætið eykst upp í ákveðna stærð, síðan fara að taka við meiri skemmdir, það kemur mergfú inn í trén í stærri stíl, þau fara að verða það stór að þú þarft á fjárfestingu í stærri vélum til að fella þau og passa ekki í sögunarmyllunar og eitthvað svona. Auðvitað eru einhverjar sögunarmyllur alltaf sem að taka mjög stór tré og allt í lagi að sum tré verði stór, en að öll auðlindin verði gömul og samanstandi eingöngu af stórum trjám, það er ekkert endilega það besta. Það sem þetta þýðir er að ef menn grísi ekki og ef menn höggva ekki á réttum tíma, þá eru menn að tapa verðmætum. Og svo er hérna á þessu svæði að byggjast upp iðnaður. Það eru þetta iðnaður til í Austur-Noregi, það eru pappírsmyllur og það eru sögunarmyllur og það er hægt að flytja efni þangað. En svo eru líka menn að reyna að koma sér upp iðnaði heima fyrir og það eru þá litla sögunarmyllur fyrst og fremst. Skógarnir eru þarna og einhverjir eru að reyna að vinna úr þeim. Það er ekki nóg að 1 eða 2 skógareigendur séu að fella skóg til þess að mata eina sögunarmyllu. Það þarf frá fleiri mönnum. Það var ekki að gerast nægilega vel, fannst mér. Í kringum 1990 hófust þá rannsóknir á þessu fyrirbæri af hverju menn væri nú ekki að nýta skóginn sinn meira, af hverju þeir voru ekki að fá út úr það sem hann bauð upp á. Og þá voru 2 menn, Jörgen Amdam og Jóhann Bastad, sem við Háskólanum í Volda í Vestur-Noregi, sem að
sem að stundu þessar rannsóknir og þeir komu hingað til Íslands og voru hér á fundi árið 2000 og sögðu okkur frá þessu öllu saman. Og þessar niðurstöður sem ég ætla að sýna hérna, þær eru reyndar birtar í skógræktarritinu árið 2000 og við getum fundið þær þar. En það sem þeir gerðu var að þeir tóku viðtöl við skógarbændur og síðan náðu til alls 90 skógarbænda í Vestur-Noregi og sendu síðan út skriflega skoðanakönnun sem báðu mönnum að fylla út, að svara spurningum og það voru hátt í 1000 skógarbændur sem svöruðu þeim spurningum, þannig að þetta er talsvert stór hópur. Helstu niðurstöðurnar voru þessar, að þeir gátu flokkað skógareigendur í svona 4 mismunandi flokka eftir virkni þeirra með tilliti til skógarins. Það voru þeir sem voru markaðsvirkir, þessi hérna, sem voru að vinna í sínum skógi og voru að selja skógarafurðir á markaðnum. Það voru þeir sem voru það sem þeir kalla skógarvirkir, til að aðgreina það frá þeim markaðsvirku. Þeir unnu út í skóginum sínum, þekktu skóginn sinn, voru kannski að höggva í eldi við þinn eða eitthvað svoleiðis, en voru ekki að selja, voru ekki að nýta skóginn til þess að selja á markaði. Og þessir 2 hópar til saman, sem eru svolítið virkir í skóginum sínum, voru reyndar ekki nema helmingur skógarbænda, rétt rúmur helmingur skógarbænda. Svo voru hinnir, og það voru þeir sem voru óvirkir, og það mátti skipta þeim niður í 2 flokka líka. Það var óvirku. Það voru þeir sem voru mögulegir, það er að segja vissu af skóginum sínum, bara ekki sama hann, en bara kannski vissi ekki alveg hvernig þeir áttu að fara að því að fá verktaka eða kunna ekki á keðjusög eða eitthvað svona sem aftræði þeim sko. En þeir var ekki sama. Svo er náttúrulega hópur sem er bara ekki til skóginn, það er ómögulegi hópurinn. Og þessi 2 óvirku hópar til samans eru þá nálægt 50% líka. Og eitt sem þeir skoðuðu var stærð skógræktarsvæða þessara aðila eftir þessum hópum. Og það kom í ljós að meðalstærð skógræktarsvæða hjá þeim óvirku var talsvert minni heldur en hjá þeim virku. Það er að segja, þeir sem til dæmis voru virkastir, þessi markaðsvirku, þeir áttu líka stærstu skógana. Það er líklega til marks að þetta eru þeir sem voru áhugasamastir í upphafi. Tóku stærstan hluta af landinu sínu, voru duglegir að gróðursetja, gerðu mikið, ræktuðu sinn skóg og eru núna að nýta. Þetta er sko, ég gerir ráð fyrir að í þessum hópi, allavega þessum 2 séu allir hér sem að sitja inni. Af því að þessir nenni geta mæta svona fundi. En hérna sýnir sko að stærð skógræktarsvæðisins skiptir máli. Þeir sem eru með litla skóga, það er ekki bara það að þetta eru þeir sem nefndi ekki að gróðsetja mikið upphafi. Hér er líka fleira sem að kemur til. Fólk sem er með lítinn skóg, kannski 20 hektara, það er kannski bara komið að því að grisja 2 hektara núna þessu ári. Þú færð ekkert verktaka með vél til að grisja 2 hektara, það er allt of lítið. Og þannig að sko, ef þú ætlar að grisja á 2 hekturum þá þarf það að fara út í skóginn með keðjusög. Og þú kannski átt ekki keðjusög, eða kannt ekki á keðjusög, eða nennir ekki að fara út í skóg með keðjusög. Og það nennir enginn að gera þetta nema svo himinháa verði að það borgar sig ekki að gera það. Þannig að sko stærð svæðisins getur skipt verulegu máli fyrir einstaka skógareigendur. Fleira var skoðað hvað þetta fólk nú gerði annað heldur en að eiga skóg og það kom í ljós að norskir skógareigendur eru eiginlega að ég held alveg eins og þeir íslensku. Langflestir voru með einhverjar tekjur utan búsins, alveg eins og langflestir íslenskir bændur. 49%, það segja það bil helmingurinn, hafði þó meiri hluta tekna sinna af landbúnaði. Þetta voru fyrst og fremst bændur. Annar fjórðungur hafði allavega einhverjar tekjur á landbúnaði, en þó minni hlutann, voru kannski að gera eitthvað annað svona í meiri hluta tímans, en voru þó í landbúnaði. Og fjórðungur var ekki með tekjur á landbúnaði. Átti þennan skóg en var ekki að vinna sem bóndi.
Það fyrir 10% bjuggu ekki eins og á jörðunum sínum. En það þýðir að 90% af skógareigendum bjuggu á jörðunum sínum. Þannig að þeir voru þarna til staðar þar sem að skógurinn var. Nú þeir markaðsvirkir voru flestir starfandi bændur. Það fer alveg ágætlega saman að vera starfandi kúabóndi til dæmis með alvöru kúabú og vera skógabóndi líka. Og það er ekki, og þar hefur að gera með það líka sko að þeir eru að framleiða og selja hvað sem er. Þannig að þeir sem eru að framleiða og selja hvað sem er, landbúnaðarafurðir, það er ekkert stórt stökk fyrir þá að höggva skóginn og selja þær afurðir líka. Sama virðisaukaskattskerfi sem að spila þar inn í og annað slíkt sko. Og vita að það þarf hringimenn og það þarf að hafa fyrir því að selja. Nú þeir skógarvirku og þeir mögulegu voru með alls konar tekjuöfnir reyndar. Það var mjög misjafnt. En þeir ómögulegu voru svona ákveðin hópur sko. Það var hluthafi voru eldri borgarar sem voru að bíða eftir að afhenda næstu kynslóð skóginn. Það er að segja, vildi ekki vera nýtan af því að unga fólki sem myndi taka við, það hefur meira með tekjurnar að gera þegar það tekur við sko. En Norðmenn eru Íslendingar, verða endalaust gamlir og þannig að skógurinn getur verið að bíða sko hjá einhverjum sem er að geyma hann fyrir næstu kynslóð í 10, 20, 30 ár. Nú, svo er allur gangur á því hvernig erfingjarnir eru, þeir sem taka við skóginn. Það er alls ekkert endilega að þeir séu jafn áhugasamir skógrækt eins og þeir sem að gróðsettu tré. Þar er ákveðið atriði sem við þurfum að hafa í huga hérna líka. Þeir sem að taka við skóginum, þeir þurfa helst að hafa áhuga á þetta. Það þarf að segja þeirra. Það þarf að segja, sko, þeir sem eiga skóginn þurfa að segja börnunum sínum og barnabörnum, þið þurfið að taka við skóginn. Það þarf, nýja fólki þarf að vita það. Nú svo er fólki sem er með lítinn skóg til þess að hægt sé að nýta hann í raun og verunni, þetta er allt því sem ég nefndi áðan. Og svo er bara fólk sem er bara upptekið öðru og skógurinn skiptið í engu máli. Eftir 40 árum eftir fyrstu gróðursetningu, þá voru skógar á þessu svæði farnir að skila verulegum tekjum. Það bil 3% svarenda, það er að segja 1 af hverjum 6 af þessum markaðsvirku var að fá meir en 20% af sínum tekjum úr sölu skógaræktar. Önnur 7% voru að fá svona milli 10 og 20% af sínum tekjum frá sölu skógaræktar. Það þýðir að 10% allra bænda er að fá svona verulega hluta af sínum tekjum af sölu skógaræktar. Þegar þessi möguleiki er á tekjuöflun, þá hlýtur maður að spyrja af hverju eru bara 10 hundraðshlutar af skógareigendunum að notfæra sér. Hvað með hinn 90%? Af hverju eru þeir ekki að notfæra sér? Þetta var stóra spurningin. Og þeir reyndu að komast að því af hverju menn væri ekki að nýta skógana sína og þá var spurt til dæmis ráðgjöf. Þeir spurðu fólk hvort að það mundi njóta góðs af því að fá ráðgjöf hvernig hvað það gæti nú gert við skóginn. Bara ráðgjöf það til dæmis hvaða símanúmer ætti að hringja í til að fá verktaka eða hvert ætti að hringja til að fá að selja viðinn eða hvað ætti nú að fella mörg tré í þessum skógi á þessum tíma miðað við hvernig hann lítur út. Og talsverður meirihluti, 60% þær, sögðu að þeir myndu vissulega njóta góðs af ráðgjöf. Þeir sem helst þurftu ekki eða töldu sig ekki þurfa ráðgjöf að halda voru þeir markaðsvirku. Það voru þeir áhugasömu sem voru búin að mæta svona fundi og mæta í grænni skóga og gera þeir allt þetta og kunni þetta allt saman. Og svo þeir ómögulegu sem að nefndi ekki að fá stuð þetta. Allir hinir töldu sig þurfa á ráðgjöf að halda. Nú, svo var spurt hvort að menn ræddu skógrækt sín á milli. Hvort að þegar menn hittust á mannamóti og hvort þeir færi nú að ræða það hvaða grísun hafi farið fram eða hvaða trjátegundir verið með eða eitthvað svoleiðis. Þá kemur ljós að menn tala hér aldrei við hvern annan skógrækt.